Já, góðan daginn og velkomin á þennan fyrirlestur loftgæði, vegsslit og mögulega mótvægisaðgerðir. Ég heiti Þorsteinn Jóhannsson og vinn á Umhverfisstofnun og ætla að fjalla þetta mál svona næsta hálftímann eða svo. Fyrst bara aðeins rétt svona upplifun hvað svifryk. Svifryk agnir sem eru minni en 10 mikrómetra þvermál. Og það miðað við þetta þvermál vegna þess að þetta sem agnir sem eru minni en þetta getum við andað að okkur. Og ég vil segja að reyksía líkamans sem þá nefhólið og munnhólið, það nær að stoppa ágætlega grófara reyk en reyk sem 10 mikrómetra og minna. Það getur farið niður í barkann og niður í berkjurnar og fínasta reykið fer alveg út í minnstu einingar lungnanna sem eru þessar lungnablöðrur. Við zoomum svo inn á lungnablöðrurnar, það sem loftskeytin sjálf fara fram. Hérna rafmagnsmynd af lungnavef, þetta náttúrulega tekið krufningu og þarna sjáum við 3-4 lungnablöðrur, þessar bláu og þessar gulu agnir sem þarna í lungnablöðrunum, þetta eru sett svifrykskorn. Og sem þá í raun og orðin aðskotahlutur í lungunum. Lungun eru samt alveg hönnuð til þess að fást við ákveðið magn af svifryki. Við byrjum að anda eitthvað svifryki leið við fæðumst, vandinn í alla ævina. En ef fólk eitthvað veikt fyrir eldra fólk með undirliggjandi sjúkdóma þá á það erfiðara með að losa sig við rykið aftur í lungunum. En það sem ég ætla að tala um í þessum fyrirlestri vegrykið, sem svona ráðandi þáttur í svifryksmengun á höfuðborgarsvæðinu. Og rétt að taka fram að almennt séð loftgæði á Íslandi góð. Við erum í besta sæti eða miðum okkur Evrópulöndin. En það eru þessir geta komið allháir toppar sem jafnvel þykja háir jafnvel á evrópskum mælikvarða á þessum miklu svifrykstögum. Og má kannski segja svifryksvert því að ég var að byrja núna því leita að mars og apríl eru oft verstu mánuðirnir. Nú í þessum fyrirlestri ætla ég með að tala um slita malbiki, tala um nagladekkin, líka hvernig uppsöfnun á slitnum malbiki, hvernig hún fer fram og svo það líka þyrlast upp, þannig uppþyrlun vegriks og svo ætla ég þá að fjalla um mótvægisaðgerðir ýmsar sem eru meðal annars sópun og reykbinding. Fyrst almennt yfir slitið sjálft og slit af völdum nagladekkja þá sérstaklega. Og hvað skiptir máli þar? Það náttúrulega, fyrir það fyrsta, það bara fjöldi bíla á nöglum. Svo skiptir líka máli hvað eru margir naglar í hverju dekki, þyngd naglana, þyngd ökutækis skiptir líka máli, það stendur gróðlega 10 sinnum það má segja sig kannski réttur hlutar við þyngd bílsins og dekkjafjölda. Þetta þá eingöngu verið að tala um yfirborðsslit af völdum nagladekkja. Niðurbrot burðarlags, þar skiptir þyngdin hins vegar mjög miklu máli, þannig að þar eykst niðurbrot burðarlags í fjórðaveldi með öxulþunga. Þar eru það stóru og þungu bílarnir sem eru fyrst og fremst ábyrgir fyrir niðurbroti burðarlagsins. Nú ætlum við að tala um yfirborðsslit, þar hafa naglarnir mikið að segja og svo skiptir líka máli hversu hratt bílar aka, sérstaklega bílar á nagladekkjum. Þannig að því meiri hraði, því meira slit. Og ein norsk rannsókn sýndi að ef hraðinn aukinn úr 60 km/klukkustund upp í 85, þá eykst slitið 44% meira. Og svo öll hröðun, sem hún jákvæð eða neikvæð, það að taka stað og bremsa, það eykur líka slitið og þess vegna oft meira slit við gatnamót. Og svo náttúrulega skiptir slit og malbiksins máli og því sterkara malbik því minna slit. Og við skoðum aðeins nánar nagladekkin og hvaða krafta það eru sem virka á vegaviðborðið. Það má kannski gróflega sér skipta með tvennt. Það slípun, eða Breslin process, sem í rauninu óháð hraða, það bara fastið á hvern kílómetr. Og svo það sem þetta kalla brot og plokkun. Þegar bíll á nagladekkin keyrir, þá kemur ákveðið högg, kannski getur þessi naglarnir lendi í götunni. Það getur bæði brotið upp úr koddnum eða hreinlega brotið einstök kodd upp úr vegaviðborðinu. Þannig að það talsvert slit af nagladekkjunum og það eykst með hraða. Hversu miklu munar, í gegnum tíðina hafa heyrst alls konar tölur sem hversu miklu munar á bíl
neldum dekkjum og óneldum og það hafa heyrst tölur en allt frá, sumir segja 10% en þarna ég með tölurnar 10 sinnum upp í 1000 sinnum og fyrir kannski svona 40-50 ára það voru naglarnir talsvert öðruvísi og þá var alveg hægt að segja að munaði kannski nokkur 100 sinnum. En naglarnir hafa verið að batna gegnum árin og áratugi, þannig að naglar í dag eru miklu betri heldur en naglar 1970. Svo sjá þessar töflu og það eru líka orðið framför þarna síðan árið 2000. Þannig að nagladekk slíta minna í dag en þau eru samt að slíta mun meira heldur en óneld dekk. Og hversu miklu munar það ein rannsókn í dag að sýna svona kannski 20-40 sinnum mun. Nýlega rannsókn sem sýna eftir sem sýnir 40-faldan mun. Ef við tökum svona aðeins lægri töluna sem það svona varfærin tala, sem 20-faldan munur, hvað þýðir það? Að ef að helmingur bílar nöglum, þá eru þeir að sjá 95% af yfirborðsslitinu. Og jafnvel þó við myndum fækka bílunum niður í 5% sem af nöglum, þá eru þeir samt að sjá 50% af slitinu og hinn 95% sem ekki af nöglum sjá það í nærmyndum. Þannig að þetta skiptir verulegu máli fyrir vegslitið. Hérna ætla að segja stuttlega frá tilraun sem var gerð í Svíþjóð. Svíar eru mjög framalegir rannsóknum á áhrifum nagladekkja á slit. Það svona veghermir, þannig að þetta bara eina rannsóknarstofu í stýrðum aðstæðum og þarna er eingöngu verið að mæla vegslitið af völdum dekkjana. Það er engin frosttíðuvörun, það er ekkert verið að salta þarna, þannig að þetta er bara naglaslit. Þannig að þetta er rúlla hring eftir hring og mælt slitið. Það eru svona malbikshellur sem eru vigtar fyrir eftir og svo líka ryksuga fyrir aftan dekkin sem mælir rykmagnið. Og tilraun sem var gerð 2017, þá sem var að bera saman ákveðnar tegundir af dekkjum. Nú sýndi sig að neldekk, þau slitu þessari malbikshringekju næstum því 93 grömm á klukkutíma, meðan óneld dekk, vetardekk slitu 2,3 grömm. Og þetta er rúmlega 40-faldur munur. Þannig er áramónum. Og það munar líka mikið hraðan, það er sem meira ryk á meiri hraða, eins og sést á myndinni til hægri. Og ljósbláa línan sem er neðst þarna, það er ekki nagladekk, það eykst svona sjáanlega rykið en það er ekkert í líkingu við neldu dekkinu. Og þetta efni sem slitnar, það breytist ekki allt í svifryk. Svifryk er sem minna en 10 mikrómetrar í þermál og til samanburðar þá sem mannsár er 60 mikrómetrar í þermál. Þannig að það er svona cirka 30% af malbikslitinu sem geta breyst beint í svifryk en svo getur bara þegar bílinn keyrir en restin gæti svo brotnað niður seinna meir undan umfyllinni. En það eru fleiri þættir sem skipta máli og aðrir umhverfisþættir ekki bara nagladekkin og eins og til dæmis frosttíðusveiflur, þær eru mjög áhrifaríkar í að brjóta niður malbikið og frosttíðusveiflur eru miklu fleiri hér heldur en í Stokkhólmi. Við getum verið að tala kannski á slæmi vetri eru kannski, það eru svona 8-10 frosttíðusveiflur. En mun færri í Stokkhólmi og ef við kíkjum aðeins í norður Svíþjóð, við erum að segja að það frýs á haustin og þiðnar á vorin. Svo saltnotkunin hún sem eykur frosttíðu áhrifin. Það er vatn sem er salt, það er með yfirborðsspennu, þannig að það smýgur meira inn í steinefnin og getur hafðalendið brotið slitlag meira þegar það frýs aftur. Og svo þegar allt þetta álag leggst saman, naglar, salt og frosttíðusveiflur, það má kannski segja að það leggst ekki saman, það margfaldar saman, þannig að 2 + 2 eru ekki endilega 4, það getur verið einhver stærri tala. Þannig að almennt séð er mjög mikið slit á malbiki slitlagi hérna á suðvesturhorninu sérstaklega. Það eru fleiri frosttíðusveiflur hér, þetta er til dæmis Akureyri. Þannig að líklega er þetta svona með því mesta slitálagi bara á Bíðubóli. Þannig að jafn sterkt malbik hér og í Stokkhólmi slitnar hugsanlega meira hér út af þessum frosttíðusveiflum. Það er oft rætt
á að setja gjald á nagladekk eða ekki og það mjög umdeilt og menn koma kannski setja einhverjum sátt það. En rétt til að setja það á og það má alveg velta fyrir sig sko að setja það á eingöngu sem slitgjald og alveg á því hvort það skilir sér í minni mengun eða ekki. Þannig að þetta slítur vegum verulega og það kostar ákveðið mikið allt viðhald á vegum og það að skattleggja eða setja gjald á einhvern svona þátt sem veldur sliti, það líka svolítið svona í takt við framtíðar hugmyndir gjaldtöku og umferð. Þegar þess að með aukinni rafbílanotkun þá minnka tekjur af eldsneytisgjaldi. Þannig að einhvern veginn þarf að fá tekjur fyrir viðhaldi. Þetta raun það að setja nagladekkjagjald raun í samræði við sko áætlun sem þegar í gildi frá umhverfisráðuneytinu. Það að áætlun sem kom út árið 2018 og þá átti samkvæmt þeirri áætlun árið 2022 og þessu ári sem fari í vinnu við það að fá gjaldtöku heimild. Og það er gjaldtöku heimild inn í umferðarlög til þess að geta sett gjald á og þetta er líka til dæmis svolítið í takt við það sem OECD leggur til. Þeir gaf út skýrslu fyrir 2 árum til að draga úr mengun frá bílum sem ekki mengun og bústurinn heldur aðra svona mengun og það er til dæmis menn ofta spá í ryk frá dekkjum og ryk frá bremsubólum. En hér á Íslandi hafa við þá ryk frá yfirborði. Eitthvað sem skiptir máli líka. Þetta mun alltaf vera umdeilt svona nagladekkjagjald, þetta er alltaf pólitísk ákvörðun, hvort svona verður sett á eða ekki. En hérna á Íslandi er svolítið horft til Noregs, hvernig er þetta framkvæmt þar. Þar í valdi hvers sveitarfélags að setja gjald á nagladekk og í Oslo er þetta kostnaðurinn eða átt að aka nagladekkjum. Þú getur keypt vetrargjald sem eru 1400 norskar krónur og íslensku krónur, þetta er bara gengið dagsins í dag sem er svona cirka 20.000. Og það er oft stundur svo gagnrýnisraddir að þetta væri þá landsbyggðarskattur, fólk út á landi sem þarf jafnvel sjaldan að koma til Reykjavíkur, til dæmis á Ísafirði, ósanngjarnt að það borgi eitthvað svona vetrargjald og þá þarf ekki að borga vetrargjald ef það er ekki að keyra hverjum degi í Reykjavík. Í Noregi er þetta að kaupa, í Oslo er þetta að kaupa daggjald sem er þarna sambarveit eins og að leggja kannski klukkutíma miðsvæðis í stöðumæli. Og Norðmennir eru með sektir þannig að það er 750 norskar krónur en er á nöglum en ekki búin að borga gjaldið. Til þess að þetta myndi virka einhverju sanngirni þá þyrfti að vera þannig að sá sem er búin að kaupa hjá sínu sveitarfélagi nagladekkjagjald, það muni þá gilda í öllum öðrum sveitarfélögum líka, þannig að við þurfum ekki að kaupa gjald í mörg sveitarfélög. Hér er fyrst og fremst Reykjavíkurborg sem hefur óskað eftir svona gjaldtöku heimild. Hugsanlega myndu fleiri sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu taka þetta upp ef að virði, en ég sé ekki fyrir mér að sveitarfélög út á landi færi þetta. Enda er þetta fyrst og fremst vandamál það sem mest massin af umferðinni er. Aðeins meira smá hvaðan kemur rykið sem er hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir á efnasamsetningu þessa ryks og það hafa komið 3 skýrslur þar sem meðal annars Hallgrímur Thorlacius og Páll Höskuldsson eru meðal höfunda. Og 2003, 2013 og 2015, þetta árið sem skýrslurnar kom út. 2003 og 2015 er malbikið svona helmingur af rykinu. Þetta eru ryksýni sem tekin að veði til. 2013 skessir svolítið úr. Þetta eru meðaltöl fyrir þessi mælitímabil og inn á allir þessum tímabilum. Ef við skoðum einstaka daga þá sáust daga þar sem malbiksryki var yfir bara 95% af heildarrykmagninu. Enda svolítið ruglingsleg mynd, það tekin saman margir niðurstöður úr mörgum rannsóknum. Punktarnir eru beinar mælingar á rykmagni, hitt eru svona módelútreikningarnir. Og dökkbláa línan, hún sýnir hlutfall malbiksryks
láréttiskalinn sem lengra til hægri meiri hraði og fleiri bílar á nagladekkjum. Gróflega séð því meiri hraði og því fleiri bílar á nagladekkjum, því meiri hlutur malbikstriksins og líka heildar rykmagnið meira. Malbikið sem slitnar, það verður ekki alltaf loftborið. En minni nagladekkjum notkun, hún dregur sannarlega úr sliti. Það bara mjög beint og skýrt samband. En það ekki eins skýrt samband hvað það dregur úr svifryki, það mjög háð veðrinu. Það mun skýra samband, segjum við í Stokkhólmi, þar sem eru langvarandi frost og þurrkar. En hér á sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, það getur verið mjög mikið slit, en eins og hefur verið síðustu vikurnar blautari á snjó og margar vikur, þá ekkert að ryka með. Aftur á móti eru göturnar að slitna og það safnast upp heilmikið af slitnu malbiki. Það getur svo þyllast upp og ef það kemur þurr dagur og allir snjór og bleitaði farinn, við getum galdrað alla bíla á nöglum, það myndi samt vera mjög mikið ryk sem þeirra þyrla upp þegar slitnu malbiki. Það eru dekkjastás sem þyrla upp og öll yfirbyggingu bílsins og stórir bílar þyrla upp meira. Og við erum oftar með þessar aðstæður, sem það eru sjaldnar hérna í Reykjavík, í Stokkhólmi, og verða þar lendi verri, en í Stokkhólmi eru fleiri svona froststillu dagar ekki úrkomu, það jafnar og stöðugar að svifryk. Og í Osló eitt sem har gert með lækkar hraðan á völdum götum og veturnar úr 80 í 60, bæði til að minnka slit og minnka svifryksmengun. Nú ætla ég að sýna ykkur nokkrar myndir bara svona af götusópun og hvernig hún gengur fyrir sig. Þarna verið að sópa á Miklubraut. Það svona, menn sjá vel þetta þykka kantlag, það sem mesta drulla og þarna verið að sópa því í burtu og bíllinn nær, þarna sjáðu rauðu línuna þarna alveg beint fyrir svona bílinn, hann nær samt, það svona kefla sópur undir honum. Hann nær þarna út á akreinina og þegar mann sópa þá alltaf bleitt í, annars myndi þetta bara allt bíllinn hverfa í ryk. Þetta sópað og svona mest allt farið, lítur ágætlega út, en ef við zoomum nær, þá svona hlutaefninu eftir, það búið að smyrjast út úr götuna, þetta svona fínefni og þetta ekki illa sópa sem bara gerist þegar mann sópa, þá verður fínasta efni verður eftir og það smyrst út á götuna. Þetta má svo sjá svipað á Akureyri, þarna búið að sópa þarna hægra megin og það búið að taka mesta drullunni, en það svona fínt leirlega sem liggur yfir götun. Þessi mynd svartur Reykjavík, þarna talsvert ryk og þarna var sópað svona 2-3 tímum áður þessi mynd var tekin. Þannig að fyrst á eftir getur verið meira ryk. Þannig að þetta hefur kost og galla og það skiptir máli, hvernig sópað. Og það þarf náttúrulega, þarna stendur spurningamerki, þarf að smúla þegar búið að sópa, það svona stuttasvarið já, þarf yfirleitt að gera það til að ná þessu fínefni burtu. Og þarna má sjá, þetta líkir ekki hvernig vera að smúla þessu fínasta efni til hliðar. Og yfirskriftin á fyrirlestrinum var það bara ekki að sópa meira. Það þarf að sópa upp á ákveðnu marki. Sópun og gatnaðir sem gerir gagn, en ekki endilega svona frá degi til dags. Það getur verið rykmengun meðan sópað og fyrstu dagana og eftir 1-2 dagana. Við erum ekki að ná öllu, en þetta samt sannarlega ákveðin forvarn að taka mestu óhreinindin. Og þannig að það verði ekki svona mikil uppsöfnun á slitefni sem getur að þyllast upp síðar þegar aðstæður réttar. En þetta ekki svona eina lausnin, þetta svona hluti af lausnunum að sópa þegar tækifæri til þess. Aftur á móti rétt af það í huga að nú búið að vera snjóri yfir núna bara í margar vikur. Þegar þessi snjór fer og það þornar, það má búast við miklu svifryki og þá þarf náttúrulega að fara að sópa, en við verum daga og vikur að sópa alla borgina eða allt höfuðborgarsvæði. Aftur á móti þetta að redda sér svona fyrir horn þessar næstu daga með því að rykbinda. Og það þetta rykbinda nánast allt sem skiptir máli bara á part og degi, þannig að það hálkuverja og moka snjó. Ná að moka snjó á og hálkuverja á einum degi þegar aðstæður eru góðar.
Reykjavíkurborg er það sveitarfélag sem hefur verið að rykbinda einna lengst. Við erum eina sveitarfélagið nánast hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við erum eitthvað verið að prófa að sjá frá Akureyri líka. Reykjavíkurborg hefur verið að rykbinda mismikið milli vetra frá svona cirka 2005. Þarna er mynd af bíl sem er að sprauta rykbindandi hérna á. Þetta er sko einfaldlega saltlaust, það er vatn blandast af við salt, það er einfaldlega magnesíumklóríð. Til þess að vatnið frjósi ekki á yfirborðinu myndi hálku, en líka það er trixið við að þessi rykbindi sölt eins og magnesíumklóríð, þeir eru mjög rakadræg. Þannig að gatan helst rök í svona kannski 2 til 3 sólarhringa, nóg rök til þess að halda rykinu niður. Þarna þessi bíl eins og hann út, hann keyrir á 30, getur tekið eina akrein í einu. Það er líka hægt að fá, öflugri og stærri tankbíla. Þetta er bíl sem Vegagerðin notaði í hálkuvarnir á Reykjanesbraut fyrir svona cirka 15 árum. Þessi bíl getur keyrt á 60, hann getur sprautað á 3 akrein í einu. Þannig að það getur verið mjög fljótlegt að rykbinda. Það getur reddað okkur gegnum þessa verstu daga. Sem ég segi, það er þetta rykbinda umferðargötur á part og degi sem tekur daga eða í vikur að sópa, og sóparabíl sem að sópa, hann er rauninni ekkur á bara eins og hægum göngurhraða. Þetta er sem fljótlegt og til þess að gera ódýrt með margt í vetrarþjónustu, en endist sem stutt 1 til 3 daga, en þá er oft hérna suðvestanlands farðarrykni aftur. Þetta hefur reynst vel á Norðurlöndunum. Þetta er líklega mest notað í Svíþjóð og Finnlandi, og í Stokkólm er að rykbinda ofta vetri. Eins og segir Reykjavíkurborg hefur rykbinda hér. Það myndi kannski vilja sjá það oftar, en það er þó gert hérna á hverjum vetri eiginlega. En það er í rauninni hérna á höfuðborgarsvæðinu er það bara Reykjavík. Það er ekki hins sveitarfélögin Kópavogur, Hafnarfjörður, það er bara Mosfellsbær. Og það væri æskilegt að það væri svona kannski meiri samvinna, bæði milli sveitarfélaganna og Vegagerðarinnar, og það veit svo sem það er mjög gott samtal í gangi. Þarna var verið að rykbindi Reykjavík og rykbindi að bæjarmörkum, og þar hættir rykbindi. En það er náttúrulega ekkert minni þörf á skiptum sveitarfélag. Og þegar kemur allt í einu mikið ryk, þá er hægt að nota mörg tæki í einu. Við þurfum ekki endilega tankbíla, það er hægt að nota þessi fjölnóðatæki sem eru í snjómásturinn. Þau eru með tækiltank líka og stúta aftana sem dreifa þessu vel. Og hérna Svíarnir, þeir tóku einu sem til og rykbundu, pröfuðu að rykbinda mjög mikið og voru rykbinda 90 cm vötur. Það var svona ekki samt komin taktist, það var svona partur af ákveðin til því. Við höfum aldrei þurft að rykbinda eins oft hér suðvestanlands, eins og í Stokkólmi, og bara veðuraðstæður eru þannig að það er oft byrjað að rigna aftur hjá okkur. Fyrsta árin sem Reykjavíkurborg var rykbinda, þá var öll gatan úðuð. Svo eftir hrun þá var svona aðstæði úr því, og þá fór menn að helbita segja því sem virðist kannski vera besta vandamálið, það er þykka drulla í kantinn. Það vissulega rykar mjög mikið úr því þegar stóri bílar keyra út í það, sem að sjá þessari mynd. Þannig að það er rykbindið svona, en það er ekki nóg vegna þess að þó að komi vissulega úr þessu kantlægi ef það er keyrt út í það, þá er vandamálið liggur ekki bara þar. Hérna er mynd á Miklubrautinni móts við Skeifuna. Það er margt sem á sjá þessari mynd, en hérna vinstra megin á myndinni sem rauðaði bendur núna, þarna er talsvert þykkt drulla í kantinum, vatn sem sópa þarna. Þessi strætó er ekki að þyrla upp úr þessu kantlægi, það er bara þyrlast undan dekkjunum á það sem hann er. Og líka bíllinn þarna fremst á myndinni, það þyrlast mikið ryk frá honum. Og þetta sést ekkert endilega nema við svona svolítið ákveðnar aðstæður, hann er hart á móti sól, tekið með súmleysu, þannig að það ígildi aðeins. En það er hver einasti bíll sem er að ryka frá sér, og það er það sem skapar kannski mesta rykmassan, þó að sé vissulega mjög áberandi þegar stóri bílar keyra í þykka lagið. En auðvitað þarf að fjarlægja það líka, það er ákveðin forvörn í því. Rykbindingin þarf að vera partur af almennri vetrarþjónustu, og það er hægt að samnýta þetta mikið, sama mannskap, sama tækjabúnað, mikið til sömu efni eða svipuð og vakt og viðbúnaðarkerfi. Og hérna, já, hann er bara að styttast í tíman eða svona bara hrætti verið inn á miðjum nagladekkjatímabilið fæst líklega mest fyrir peningin með rykbindingu. Þannig að meðan
bílar á nagladekkjum, kannski helmingur bíla á nagladekkjum, þá svolítið líka að segja málulaust að sópa vegna þess að það þó að hjálpi eitthvað, það það mikið slit að það svo fljótt að koma ryk aftur. Og það verður þá að vinnast á eins og snjómokstrar þennan vandamál á dögum að vera með mörg tæki í rykbindingu. Og þetta þarf ekki að vera það dýrt vegna þess að það er ekki þörf að rykbinda allar götur. Við myndum ekki vera að rykbinda allar leið upp á Keflavíkurflugvöll, heldur bara innan byggðar. Og sérstaklega þá fyrir þessi stóra götur eru nálægt. Ábyrgð á aðgerðum, það er náttúrulega sveitarfélögin, en svo náttúrulega á höfuðborgarsvæðinu og svo sem út á landi líka eins og Akureyri, þá eru stærstu göturnar umferðarmestu þjóðvegir í þéttbýli og það þarf vegagerðin að koma að þessu líka. Hún svo sem eins og samvinnu við Reykjavíkurborg, það er þannig að vegagerðin borgar reikninginn, skilst mér, en allavega af þrifum á þessum þjóðum í þéttbýli. Þetta þarf bara að vera partur af svona allri vetra viðhaldsrútínu. Og þetta sem ég hef verið að segja og sýna myndir frá Íslandi, þetta svo sem ekkert sem ég að finna upp. Þetta fyrir 4 árum kom út skýrsla við Norrænu rannsóknarnefndarinnar sem vegryk bókstaflega og svona hver besta aðferðarfræðin að vinna gegn vegryki og lágmarka það. Og það er gegnum svona helstu þætti. Sýna ykkur aðeins úr því, meðal annars hvernig er hægt að draga úr slitinu með því að hvernig er best að fækka nagladekkjum. Þannig að efst á síðunni það er gefin einhvern 1+, það er bara svona upplýsingaherferðir eins og svo sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa verið að fara í, hvetja fólk til að nota ekki nagladekk. Það vissulega hjálpar. Þetta úr nagladekkja fullt af áhrifaríkasta leiðin sem var fullt hús stiga 3+, það er einhvers konar efnahagslegir hvatar eða refsingar sem einhvers konar gjald á nagladekk. Það virkar langbest og best niður nagladekki fjöldanum. Sópun og þvottur á götum, það var 2+ af 3 mögulegum, en það fær líka 1-. Ef það skiptir máli hvernig það er gert, það getur það hefur ýmis ákosti eins og það er jafnvel meira ryk fyrst á eftir. Og það er líka til þess að gera hæg unnið, en það þarf náttúrulega vissulega sópa. Og svo þarna rykbinding, hún fær 3 stjörnur, þannig að þetta virkar mjög vel, en þetta er vissulega skammtíma áhrif. Mjög háð rakastigi og vindstyrk, hitastigi, þannig að þetta stendur klukkutímar að virki, en reynsla í Reykjavík hefur sýnt þetta svona 2-3 dagar sem rykbindingin að virka. Og oft nægir það að veðrið breytist það mikið. Þetta var svona það helsta sem ég vildi segja. Bara takk fyrir. Hann er með Jóhannes, sjálfstæðismaður minn. Hann hefur verið að fylgjast með spjallinu. Ég veit ekki hvort hefur komið inn eitthvað spurningum, Jóhannes. Jú, það eru þó nokkuð spurningar og við höfum það 5 mínútur til að fara yfir þær, en við munum birta svo á heimasíðunni skrifulega svör við öllum spurningunum, þannig að þó við náum ekki að fara yfir spurningarna núna, að þá setjum við inn á heimasíðuna spurninguna og svarið okkar við henni. En við erum með spurningar og þar meðal er varandi gjaldið að landsbyggðarfólk. Þetta er landsbyggðarskattur, þú fórst nú yfir að þetta væri, það hægt að kaupa dagpassa í rauninni. Já. Eitthvað svoleiðis. En þá þyrftu í rauninni að fá öll sveitarfélögin saman, að þegar kemur spurninga sem að einhver sem býr í Mosfellsbæ vinnur í Hafnarfirði og fær í gegnum 5 sveitarfélög á leið til vinnu og þyrftu þá að borga 5 sinnum vetrargjald. Já, til þess að vera einhver sanngirni í þessu og svona eðlileg, skattheimta, þá þyrfti að vera þannig, myndi ég segja að það sem er búin að kaupa þetta gjald á einu stað, þá gildir það í öllum sveitarfélögum sem setja þetta gjald á. Þannig að það væri mjög óleitt að þú þyrftir að borga þetta gjald 5 sinnum við að keðjum. Þannig að keypt á einu stað gildir í öllum sveitarfélögum sem annar búin að setja þetta á. Svo kom spurning hvað okkur þykir nagladekkjafrumvarp Jóhanns Páls og Samfylkingarinnar. Já, það frumvarp sjálfslega að setja þessa gjaldtöku heimild
inn í lögin, umferðarlögin. Og svo raun kannski útfærslan bara í höndum hvers sveitarfélags, en almennt séð myndi ég segja að það væri æskilegt að það væri samræmt milli sveitarfélaga. Gjaldtökuheimildir er eitt og það svo gjaldið verður eða fer á eða annað. Þarna gjaldtökuheimildir með þessu frumvarpi held ég manni 40.000 alltaf því, en eins og í Noregi í Oslo það 20.000 fyrir veturinn sem notað. Og svo kemur hugleiðing varðandi nagladekkjagjald gegn kostnaður vegna slysa og örkumla eftir slys. Þetta verið metið eða búið saman? Þetta hefur ekki verið metið hér nýlega, það hafa samt verið gert mat víða fyrir einhverjum árin hér. Ég held að verið Haraldur Sigursteinsson, verkefnastofan Eflu þá held ég sem gerði mat. Hann sá ekki aukningu á slysum en hugsanlega, ef ég man rétt, einhverja aukningu á svona minni háttar árekstrum sem svolítið í takt við niðurstöður í Helsingi. Aftur á móti ein finnsk rannsókn sýndi að það voru meiri líkur á slysum út á landsbyggðinni í Finnlandi. Og þetta svo sem fyrst og fremst hugsað til þess að draga á notkun í borgum þar sem umferðin er mest, en ekki út á vegum í dreifðari byggðum og þar sem fólk er að vera heiðar. Svo kemur spurning varðandi hvað áhrif magnesíumklóríð efnablandan hefur á plöntu og lífríki þar sem hún mun berast til sjávar líka. Já, það allavega notað miklu minna magnesíumklóríð heldur notað í bara venjulega hálkuvarnarsalti. Venjulega hálkuvarnarsalti er svo sem heldur ekki gott fyrir plöntur. En heilt sér magnið ekki það mikið að það myndi ekki talið að það myndi skaða lífríki sjó. En vissulega getur það bæði venjulegt salt og magnesíumklóríð eða hálkuvarnarefni líkbetefni haft áhrif á gróður næst götunni, myndi ég telja. Svo kemur spurning hvað skýrir miklu hærri hlut sóts í svifryki 2013 og 15 frekar en 2003? Var það reykbylting eða? Nei, það er raun bara kannski svolítið óútskýrt. Þarna 2013 var reyndar þetta voru skýrslan kom 2013, þetta voru líklega tölur frá 2010, 2011. Þarna kom nýr faktor inn sem var aska, eldfjallaska frá Eyjafjallajökli. Hún breytir kannski aðeins hlutfallstölunum, hún var 13% ef við minnir. En já, þetta er eiginlega kannski svolítið ráðgáta hvað svolítið var hátt þarna. Það var svo lægra í næstu rannsókn á eftir. Svo spurning hversu miklum fjármunum er eytt í endurnýjun slitlags á höfuðborgarsvæðinu á ári, veitum við þá tölu? Nei, ég er ekki með það tölu. Það er Vegagerðin og sveitarfélögin, ég myndi ekki að það hlaupa á 20 milljóna. Já. Svo eftir að götur eru ríkbundnar, er ríkið fastara við götuna en áður og erfiðleikum bundið að sópa upp. Og eftir sópun fíkar það upp í þurru veðri og vind. Er ekki verið að pissa svolítið í skóna með að binda reykinn í upphæð bara til að sjá það rúka upp seinna? Þetta er rétt að það er verið að líma það niður til þess að þyllist ekki upp. Þar af leiðandi er erfiðara að sópa það, en það fíkur þá líka síður. Aftur á móti þegar frá líður þá minnkar þessi rigningaráhrif, þannig að það þýðir hugsanlega að það þarf að sópa oftar. Svo er skyld spurning, reykbinding hljómar eins og plástur á sárið. Er ekki best að tækla rót vandans og keyra minna? Jú, þetta er rétt. Best er að keyra minna. Það sem er samt keyrt, það er betra að það sé minna hlutfall því á nöglum. Og þetta reykbindingin er svona svolítið það sem er kallað end of pipe solutions, en þetta er svona redding og þetta er bara að redda okkur stutta stund yfir vestu dagana. Það er sannarlega að slá á vestu toppana og með reykbindingu þá er þetta nánast slá alveg niður þessa stóru sérstoppa sem koma frá veðri. Svo er spurning varðandi reiðhjól, nagladekk á reiðhjólum. Veldur það einhver öryggi? Ég myndi segja að það telji það lítið í stóra samhenginu, það bara skiptir ekki máli. Svo kemur nagladekk valda djúpum rásum í götum, fylgir þeim ekki slysahætta? Jú, sannarlega. Og nagladekkin eru svona meginársökin fyrir þessu
þessum hjólförum í malbikinu. Svo eins og þessar holur sem við sjáum núna, eftir þessa tíð núna, það svona kannski líka blandara af veðrum og ef það kemst eitthvað vatn niður í veggleika þá frostvílyftingin býtur holurnar. Ef slit af öxli í 4. veldisfalli, hversu mikið slítur eitt strætisvagn gegn venjulegum bíl? Ég ekki alveg með töldan strætisvagna, en fyrir svona, hvað segja, fullhlaðin 44 tonna trukk, við erum að tala að niðurbrota burðarlagi fyrir þannig bíl kannski á meira en 20.000 fólksbíla. Þannig að fyrir niðurbrota burðarlagi það stóru þungabílarnir sem skipta öllu máli. Niðurbrota burðarlagi hins vegar fyrst og fremst vandamál út á vegum, þar sem lélegt burðarlag, þunnt slitlag. Hérna í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu stóru göturnar eru mjög öflugt, sterkt burðarlag í þeim, neðra burðarlag og líka mun þykkara slitlag, stundum mörg lög af malbiki. Þannig að niðurbrota burðarlagi hreinlega bara minna vandamál hérna í þéttbýlinu. Það vandamál út á vegum og það verða svona öðruvísi skemmdir. Það ekki þessi hjólför heldur það hreinlega bara brotnar upp og eyðileggst slitlagið. Klæðningin þá. Öryggi harðkornadekkja í samanburði við nagladekk og slita ryk af völdum þeirra í samanburði við nagladekk? Já, ég kannski ekki alveg með þær upplýsingar á hreinu. Þannig að kannski bara skipta skoðun það hafa einhverjar rannsóknir verið gerðar. En ég bara get ekki svarað að neinu viti. Þannig sé get ekki vitað í neina rannsóknir eins og Þá sýnist mér að við erum búin að svara því sem var komið hjá okkur. Já. En við munum birta líka svörin skriflega á ust.is. Já. Bara þökkum fyrir okkur hérna frá Umhverfisstofnun. Takk fyrir þeir sem hlustuðu. Bless.